Komið sæl og blessu kæru ljón. Þá er komið að eldmerkjunum í þessari umferð fyrir júlí og þið megi ekki halda að ég ætla að gleyma ykkur. Það verður bara allt vitlaust að leiðum að taka sér smá pásu. En þetta er júlímánuður fyrir ykkur, elskurnar. Ég er búin að leggja spilin bara til að spara tíma. Þetta er svolítið tímafrek lögn, síkunarlögnin. Ég er búin að taka fyrir ykkur hérna þemaspil mánaðarins og það er þetta fallega spil hérna sem heitir Awakening Genius. Sýnir bara hversu mikli snillingar þið eru, kæru ljón. Og í júlí gerið þið einhverja uppgötvun varðandi snilli ykkar. En svona, já, án gríns, það er eitthvað að vakna í ykkur sem að þið hafið eftir vill ekki orðið vör við áður, kæru ljón, einhver tenging sem er að verða og hugmyndir sem er að brjótast fram, skynjanir, allskyns skynjanir með öllum ykkar skilningavitum. Njótið þess bara, kæru ljón. Ef þið vill eru þið bara í afslöppun eða svona þessum dagsdaglega ryþma. Ef þið vill eru þið á einhvers konar námskeiði sem að kallar þetta fram. Ég held samt sem áður að rólegur hugur sé svona partur af þessu og þetta er mjög sterkt spil og það er hérna alveg ný skynjun að opnast, tengingu við fortíðina, tengingu við ættlegginn ykkar. Já, látið ykkur ekki bregða þó að einhverju ættingjar sem eru farnir við móðuna miklu látið vita af sér, ýmist í gegnum drauma eða á annan hátt. En ok, nóg það, við kannski kíkjum betur á þetta spil á eftir, það er tíma, ég ætla að stilla því hér, þannig að þið getið svona séð á það nokkurn veginn. Þá er það bara júlí, ég veit að júlí er alveg löngu byrjaður, þetta er líka fram í ágúst. Það er ekki svo náið með tíman og þetta er bara þannig fyrir ykkur ljónum í góð að ágúst kemur inn í lögnina ykkar líka. Við byrjum hérna á kafla sem fjallar vinnun ykkar, atvinna, viðfangsefni, þar sem þið eruð að fást við. Þið sem ekki eruð beint í atvinnu, þetta getur verið tómstundirnar ykkar eða það sem þið hafið gaman á að gera og fást við dagsdaglega. Ég fæ ekki betur séð en að þið séu bara svolítið í essinu ykkar þessa dagana og þessar vikur framundan. Þið mörg ykkar eruð eigin herrar eða eruð í stjórnunarstöðum. Þið eru með sterka stjórnunarorku hér í fortíðinni og fram að þessu og mikil sköpunarhæfileikar og mikil kunnátta. Þið eru fagmenn fram í fingurgóma í hverju sem að þið taki ykkur fyrir hendur. Og í dag eru þið að bæði njóta lífsins og njóta ykkar þeir sem eruð í vinnunni. Þið eru að njóta ykkar þar. Þau ykkar sem eru að leiðin í frí, þetta verður bara frí þar sem að skynfærin fá hátíð. Þið eru að gera vel við ykkur í mat og drykk, mörg ykkar eru á ferðalagi
Og ég sé ekki betur en að framundan séu mörg tækifæri hvað varðar atvinnu, hvað varðar viðfangsefni. Þið getið valið úr og þið eru eflaust með margar hugmyndir í einu sem þið eru að reyna svona að greiða úr eða finna út hvað er best fyrir ykkur, hvað hentar ykkur best í sumar. Og örugglega munu einhver tilboð skjóta upp kollinum. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað það er sem er framundan hjá okkur. Verið bara vakandi og ákveðin hvort þið ætlið að velja með höfðinu eða með hjartanu. Það er ykkar að ákveða það. Ok, vinnu, atvinnu, tómstundaparturinn lítur mjög vel út í júlí og ágúst. Þá vorum við komin að heimilinu og grunnþörfum ykkar. Fjölskylda getur líka verið innan heimilisins og svona ykkar líðan. Heimilið á jú að vera sá staður þar sem manni líður best. Ég sé mörg ykkar kæru ljón í afskaplega nánu og fallegu sambandi innan heimilisins ykkar. Það getur verið ástarsamband, samband við fjölskylduna ykkar, börn geta verið þar á meðal, en allavega tengingin góð á milli ykkar og tilfinningarnar flæða, þannig að það er svona harmonía og vellíðan inn á heimilinu. Búin að vera. Í dag eru þið pínlítið eirðarlaus, kæru ljón, og eru ef til vill að plana að fara í einhvers konar ferðalag eða að taka heimilið ykkar svolítið í gegn, gera breytingar. Það er mikil hreyfing sem að sækir að ykkur, hreyfing varðandi heimilið innan heimilisins. Einhver ykkar kæru ljón er að huga flutningum. Og það getur verið að byrjunin sé svo að það sem ég var að meina var það að það getur verið að í sumar séu þið að byrja pælingar varðandi flutninga. Koma þessu út mér á réttan hátt. Þess að flutningarnir eru ekki endilega núna í júlí, en það eru byrjaðar pælingar, skipulagning og annað og þið eru með óþolinmóð að komast af stað. Og það sé ég ætla að segja. Flutningarnir sjálfur fyrir mörg ykkar gætu ekki orðið kannski fyrir í haust. En einhver ykkar eru nú þegar í þeim sporum. Það sem gerir óþolinmæðina verri og þessar hugsanir að flytja, það er það að þið sjáu ekki alveg fram á hvar það endar, hvar flutningarnir enda. Þess að þið viljið bara hreyfingu, þið skynjið þörf fyrir breytingar og svo er eins og þið svona pínlítið þurfið að staldra við og hugsa en hvað svo, hvert er ég þá að fara? Og sá kafli er kannski ekki alveg fullmótaður ennþá. Og það sama á við ferðalög. Þið viljið bara komast af stað, eru ekki alveg búin að plana hvert. Það skiptir svo sem ekki alltaf öllu máli, áfangastæðurinn, en þetta eru svona pælingarnir ykkar í júlí og ágúst og sum ykkar því miður, ég finn þessa óþolinmæðis orku að vera svolítið spólandi, að komast úr spórunum en komast ekki á hvað sem maður ætlar sér. Ok. Hvað þráið þið, kæru ljón? Hverjir eru langanir ykkar og þrár og hvernig spilar heppnin inn í það hjá ykkur? Hjá mörgum ykkar
hafið þið hreinlega þráð að komast í náið og gott samband við aðra manneskju og það virðist hjá mörgum ykkar hafa gengið upp. Þið þráið djúpa tengingu við aðra og þetta flæði sem skapast þegar að fólk laðast að hvert öðru eða það að ná djúpri svona vináttutengingu. Þetta er partur af ykkar þrám og löngunum og fyrir ykkur sem ekki eruð í sambandi þá sé ég að ástæðan fyrir því er svo að þið eru ekki tilbúin í neina massífa skuldbindingu. Þið viljið svolítið bara koma og fara. Og þið eruð eiginlega sjálfum ykkur verst þar, kæru ljón, því að þið eru svolítið að fara á bak við ykkur með því og missa af svona djúpstæðum tækifærum til að læra og þroskast. Þetta er ekki eitthvað sem á við ykkur öll að sjálfsögðu, en mörg ykkar eru hérna svolítið eins og köttur í kringum heitan graut. Þið þráið samband en eruð ekki tilbúin að fara alla leið í þeim efnum. Líklega er það eitthvað tímabundið ástand. Framundan verður takið þið ákvörðun að sleppa meira fram af ykkur beislinu hvað þetta varðar, kæru ljón. Það er kæruleysi sem kemur hérna inn og heppnin er vissulega með ykkur hérna. Kæruleysi og það að vera bara í núinu, sýna bara svona barnslega innlægni og vera ánægð með það sem maður hefur. Þetta er svona tengist löngunum ykkar og þrám. Og einhverjir ykkar þrá bara að fá að gera það sem þið viljið og hreinlega vera einir og óheftir. Ég veit ekki á hverju ég sagði þetta í karlkyni. Ein og óheft, kæru ljón. Kannski á þetta frekar við karlkynsljónin. Ok, þá eru það vinirnir ykkar og stuðningsnetið svona í kringum ykkur. Þeir einstaklingar sem þið leitið til þegar eitthvað bjátar á. Það hefur margt gott verið undanfarið í þessum flokki og margt sem hefur komið ykkur á óvart varðandi vini og svona stuðningsnet. Það hefur verið ef til vill einhver birst í lífi ykkar sem að þið áttu ekki von á. Einhver hefur boðið ykkur stuðning, aðstoð, eða bara félagsskap. Einhver sem leitast við að vera vinur ykkar. Og það hefur bara komið ykkur skemmtilega á óvart. Í dag eru þið svolítið í þessum sporum varðandi stuðningsnet og vini að þið eru að endurskoða gamla vináttu. Þið eru að endurmeta fortíðina og líta svona yfir farinn veg. Hvar er ég stödd í dag? Á ég marga góða vini? Á ég marga góða kunningja? Hvernig tengist ég vinum mínum? Hvaða vinum get ég verið án? Hvaða vini í gæsalöpum þarf ég ekki í lífi mínu? Svo getið þið verið að endurnýja líka gamlan kunningsskap. Einhverju sem er að koma úr fortíðinni og það getur bæði verið óvænt og líka planaðir hittingar eins og svona endurhittingar, reunion. Það eru svolítið þær pælingar núna í júlí og fram í ágúst og framundan ábyggilega einhvers konar hittingur.
fögnuður og einhverju áfanga sigrar og áfanga fagnaðir og það getur verið, eins og ég sagði, endurhittingur eða vinir og ykkar nánustu koma saman til að fagna einhverju með ykkur. Það getur verið útskrift, flutningar voru nú hérna í spilunum ykkar áður, ef til gifting eða eitthvað slíkt. Það einhver fagnuður framundan og bara afskaplega fallegt að sjá það. Þannig að þið eru blessuð, kæru ljón, í þessum flokki í lífi ykkar. Virðist eiga góða vini og eruð allavega í góðum gír með það í sumar. Þá erum við komin að ástinni og þá er ég að tala um ástarsambönd, náinnkynni, rómantík og allt sem því tengist. Í fortíðinni, eða svona það sem er búið, þar hafið verið talið ykkur afskaplega heppin, kæru ljón. Þið hafið svona unnið landvinninga, ég veit ekki hvaðan þessi setning kemur, sem að segja mér að þið hafið náð þeim takmörkum sem þið hafa ætlað ykkur, varðandi náin sambönd og ást. Þið hafið verið afskaplega gæfusöm, kæru ljón, heppin í þessum flokki. Og margir sem hafa hrifist af ykkur sem manneskjum, enda eru þið flott, kæru ljón, stolt og reist og berið með ykkur mikið sjálfstraust. Í dag, aftur á móti, er eitthvað að gerast í ykkar lífi varðandi ást og náin sambönd sem er að kollvarpa ykkar skoðunum eða því sem að þið svona hafið haldið fram að þessu. Það er eitthvað sem hefur slegið ykkur út af laginu og er að gerast akkurat núna. Það geta verið að því að við erum að tala um náin sambönd, ást og tilfinningarsambönd. Þetta geta verið tilfinningar sem hafa komið aftan að ykkur, þið hafið ekki áttað ykkur á hvaða tilfinningar þið hafið borið til ákveðna manneskju. Nú, einhver getur hafa sýnt ykkur athygli sem að hefur svolítið komið ykkur í opna skjöldu og ég sé ykkur hérna í júlí og þessu tímabili fram í ágúst. Þið eru ákaflega vör ykkur, kæru ljón, og eru ekki alveg tilbúin að taka þessari athygli eða þessum tilfinningum opnum örmum. Ég veit ekki hvort að það er ef til vill einhver gömul reynsla sem situr í ykkur eða að það er þetta gamla góða að þetta sé of gott til að vera satt. Ég finn einhverju ykkar hugsa það, kæru ljón. Ok, ég hef það fyrir reglu oftast þegar að turninn kemur upp. Þá tek ég alltaf eitt spil til skýringar. Og ég hefur svona að gera það líka núna til að fá nánari skýringar á þessu. Og skýringarspilið er svona hluta til með sömu orku og turninn. Að þetta eru einhvers konar snögg skilaboð sem berast ykkur
á óvæntan hátt, ef til vill með óvæntum leiðum og slá ykkur svolítið út af laginu. Ég get eiginlega ekki sagt neitt meira það. Þetta er bæði spennandi og pínu ógnvekjandi í senn. En ástin stundum bara þannig. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að þetta sé eitthvað sem að þið þurfum bara svona aðeins að melta. Og ef þið vil takið bara þennan tíma í sumar til að melta þetta. Já, svo eitt annað hérna líka sem verið að gauka að mér. Og það það fyrir ykkur sem eru nú þegar í ástarsamböndum. Þá verði ég að segja það sem mér sagt. Og það það að það getur verið að það sé samband hér sem að rofna. Að einhvers konar frétt eða samtal verði til þess að slá ykkur út af laginu varðandi það. Að þetta sé sem sagt skilnaður, aðskilnaður, einhver sé að binda endi á sambandið ykkar. Það geta líka verið þið sjálf, kæru ljón, sem í þeim sporum. Og hvort sem það þá skilur það ykkur eftir svolítið, eiginlega mjög hugsi, því að þetta eitthvað sem að þið áttu alls ekki von á. Turning getur líka verið svolítið óvæginn og það nú meiningin með myndinni að þetta eitthvað sem kemur eins og þrumur úr heiðskíru lofti. Ok, en ég vonandi tekst ykkur að komast vel í gegnum þetta, hvað sem það Kæru ljón, þið eru nú þekkt fyrir að jafna ykkur fljótt. Styrkur ykkar mikill og gefið ykkur bara þann tíma sem þið þurfið. Ok, þá staldrum við ekki lengur við í ástinni, heldur við förum yfir í plön ykkar og áætlanir. Hvaða markmið hafið þið sett ykkur? Í fortíðinni hafa markmiðin ykkar verið þið hafið haldið þeim út af fyrir ykkur, skulum við segja, og hafið ekkert verið að ræða mikið eða auglýsa hvaða plön þið hafið haft eða hvað þið hafið ætlað ykkur að gera. Þið hafið bara haft trú á hugmyndum ykkar og haft trú á ykkur sjálfum og síðan hafið þið framkvæmt hlutina svolítið hægt og hljótt. Í dag svona ákveðin þreyta að gera vart við sig. Kannski þið búin að vera að afreka bara ansi mikið undanfarið og nú bara komin tími á pásu. Þið eru samt ekki á því að gefast upp. En eru kannski bara að safna kröftum fyrir næstu atlögu. Það mjög sjaldan sem að þið eru algjörlega verkefnalaus, kæru ljón. Við þurfum nú ekki að ágjöra því. Ég sé ykkur hérna framundan, júlí, ágúst, vera í ákveðinni varnarstöðu, en tilbúin að verja ykkar sjónarmið, ykkar hugmyndir og ykkar plön fyrir utanaðkomandi áreiti eða utanaðkomandi niðurrifi. Og það frábært hjá ykkur að nota styrkin ykkar í það, standa bara fast á sínu, eins og maður segir, og koma hlutum í gegn með þrautseigju og dugnaði.
Kæru ljón, þá er bara komið að ykkar hjartansmálum, því sem þið viljið fá út úr lífinu, því sem að þið hafi leitað að í gegnum þetta líf, hvað hefur verið svona leiðarljósið ykkar, vitin ykkar, hvað sjáið þið fyrir ykkur. Þið hafið alltaf vænst þess að fá það sem ykkur ber, sem er mjög jákvætt. Þið hafið sóst eftir því að hafa jafnvægi í lífi ykkar og þið viljið að réttlæti ríki, bæði gagnvart ykkur og gagnvart öðrum. Þið hafið ríka réttlætiskennd. Þið hafið alltaf haft skýr markmið og svona skýra siðferðislega sýn á hlutunum og já, þið viti hvað þið viljið. Svona ykkar hjartansmál í dag er svolítið að segja hlutina hreint út, vera kannski skorin orð, ef maður getur notað það orð, að tala ekki undir rós, og þetta gæti tengst ákveðinni manneskju, gæti tengst kvennorkunni sem að hér situr fyrir ofan ykkur. Þetta getur líka tengst þessari karlorku sem er hér. Ef til vill er þetta fólk í ykkar lífi einhverjir aðilar þar sem að þið viljið sjá að hlutirnir séu ræddir af hreinskilni, eða að þið viljið koma á réttlæti á milli ykkar. Þetta getur tengst fjölskylduerjum, þetta getur tengst aðilum sem að þið vinnið með, eða hafið átt einhver svona veruleg samskipti við í ykkar lífi, og þessi samskipti ykkar skipti ykkur bara miklu máli, að þau séu upp á borðum og að andrúmsloftið sé hreinsað á milli ykkar. Það eru svona nokkrar útgáfur af þessu hérna. Þetta er líka varðandi konu sem að ykkur þykir vænt og þykir vænt ykkur. Gæti verið móðir eða elskugi, þetta er tilfinninganæm kona sem sér kannski lengri en nefina nær. Og það er ákveðin svona þörf á að tala út hlutina. Þetta er svolítið ykkar hjartans mál þessa dagana og í sumar. Ok, kæru ljón, þá ætlum við að snúa okkur að nokkrum spilum í viðbót áður en að við slúttum. Ég minni ykkur að þemaspili ykkar hérna, að vekja snilligáfu eða snilli. Einhver snilli er að vakna hjá ykkur og þið eru ef til vill að sjá hluti í nýju ljósi. Þið eru að fatta hluti betur núna en áður, með auknum þroska og með því að skynja hluti öðruvísi en áður. Þetta spil kemur hérna fyrir ykkur og hér er talað að vera meðvitaður umhverfi sitt. Ef til vill eruð þið að vinna við einhvers konar umhverfis þjónustu. Þetta getur verið tenging ykkar við náttúruna sem að hér kemur fram, eða verið að leggja áherslu á hugsanir ykkar varðandi endurvinnslu og endurnýtingu og
eitthvað af þeim toga. Þið geti verið að endurskoða hvernig þið losið ykkur við sorp. Þið geti verið að skipta einhver ykkar kæru ljón er að losa ykkur við eldsneytisbíla. Það er að segja að skipta yfir í umhverfisvænni bíla. Það sem ég ætla að segja, eða farartæki. Margt sem getur verið inn í þessu dýr, að huga betur að velferð dýra er partur af þessu líka. Þannig að það er náttúran svona númer 1, 2 og 3 í sumar. Hérna fáið þið eitt spil. Já, einhverjir aðrir hafa fengið þetta líka. Einvera. Fyndu styrk þinn í einverunni. Dragðu í hlé ef þið finnst þú þurfa þess og njóttu þess að vera einn án þess að vera einmanna, kæra ljón, og tengist inn á þemaspilið ykkar. Hugmyndir geta oft kviknað í einveru. Bestu hugmyndirnar koma oft til manns þannig. Þá ætla ég að taka spil fyrir ykkur sem að hefur einhvers konar tímasetningu. Ef það er eitthvað sem þið viljið spyrja ykkur varðandi tíma, hvenær eitthvað gerist eða já, þá tala bara hérna haustið, fall time. Með haustinu, þá fara hlutir að gerast. Ok. Og þá er það síðasta spilið sem svarar ykkur já eða nei eða allt á milli. Ef þið berið upp einhverju spurningu, þá fáið þið þetta svar við henni. Nope. Það er nei. Svarið og vonandi er það svarið sem að þið voruð að vonast eftir. Nú ef ekki þá bara gengur betur næst. Kæru ljón, þá er þetta búið fyrir ykkur í bili. Ég vona að sumari verði ykkur gott. Og júlí mánuður sérstaklega. Ljós og kærleikur.